Style. Í þessu fjórða erindi þá förum við að Gullfossi og ræðum myndun hans og þaðan förum við svo sem leið liggur til Reykjavíkur og ræðum ýmis merkileg jarðform og jarðfyrirbæri á þeirri leið. Svo það sem við erum að tala er að við erum fara hér frá Geysi númer 10 og förum að Gullfossi sem númer 11 á þessu korti. Og þegar við erum búin að ræða ítarlega Gullfoss og hvernig hann myndast, hann stórmerkilegur foss, ekki bara að því varðar fegurð heldur líka að því varðar myndunarhátt. Þá förum við sem leið liggur eftir hringveginum hérna til Reykjavíkur, stoppum á nokkrum stöðum og skoðum sérstaklega hér í 12 Vörðufell og ræðum Vörðufell og lögum þess í ljósi annara fjalla sem þar í grenndinni. Við stoppum líka við Kerið, hvernig það hefur myndast. Við kíkjum á Ingólfsfjall og ræðum myndun þess. Og svo það Kristnitökuhraun og sagan á bak við það. Og loks þegar við komum inn til Reykjavíkur þá höfum við tíma til að kíkja lítillega á Rauðhólana og ræða hvernig þeir hafa myndast. Gullfoss jú einn fegursti foss landsins og fegur hans að hluta til tengd þessum stóru meginþrepum sem í fossinum og hvernig þessi þrep hafa svo ólíka stefnu nokkuð sem við ætlum að ræða í þessu erindi. Hornið, hvassuhornið milli þessara þrepa 60 gráður og síðan í framhaldinu Hvítárgljúfur og við skulum reyna að skýra öll þessi fyrirbæri. Þau tengjast misgengjum og þess vegna tel ég að sé ágætt að aðeins að ræða mjög lauslega helstu gerðir misgengjum svo við áttum okkur betur á hvað að tala ekki fara mjög djúpt í það en bara svona skýra fyrir ykkur helstu tegundir af misgengjum. Það eru 3 megin misgengi. Þau heita sniðgengi, risgengi og siggengi og í sniðgengi færslan í stefnu misgengisins. Hér sérst hægra sniðgengi og hér vinstra sniðgengi. Í hægra sniðgengi þá færist mótvekkurinn, ef við stöndum hér, þá færist mótvekkurinn til hægri. Ef við síðan förum yfir hér og horfum í þessa áttina, horfum til hægri, þá mótvekkurinn líka að færast til hægri. Í vinstra sniðgengi þá þetta akkurat öfugt. Ef við stöndum hér og horfum yfir á mótvegginn, þá færist hann til vinstri. Við höfum 2 megintegundir af sniðgengjum, hægra sniðgengi og vinstra sniðgengi. Í risgengi og reyndar í siggengi þá færslan ekki samsíða stefnunni, samsíða svokölluðu stríki, heldur samsíða hallanum, samsíða fletinum upp og niður flötinn. Í risgengi þá fer svokallaður hangandi veggur upp. Þau einkenna svæðið þar sem jarðskorpunnar að kýtast saman, svo í stórfjöllum eins og Himalaya og Alpum og öðru slíku. En í siggengi þar fer hangandi veggurinn niður miðað við fótvegginn og siggengi einkenna svæðið þar sem gliðnun. Og hér á landi eru siggengi og sniðgengi mjög algeng. En það sem einna merkilegast í sambandi við Gullfoss að ef við kíkjum hér á stefnurós, hver stefnan á misgengjum, fyrir stóran hluta Suðurlands, ég skoðaði fyrir mörgum árum síðan og mældi, þá kemur í ljós að það eru 3 meginstefnur. Það norðlæg stefna eða norð-norðaustur stefna hér
frá hánorðri yfir í svona 15, það sem er mesti fjöldinn stefnir svona 15, norður 15 gráður austur. Síðan er norðausturstefna, þar sem að mesti fjöldinn er svona norður 35 austur. Og síðan er aust-norðausturstefna, þar sem mesti fjöldinn er svona norður 65 austur. Og þessi norðlægu misgengi eru flest öll hægri sniðgengi. Þessi norðaustlægu misgengi í miðjunni eru flest siggengi og þó aust-norðaustlægu misgengin, þau eru flest vinstri sniðgengi. Og nú skulum við sjá hvernig þetta tengist við Gullfoss. Hér er Gullfoss á loftmynd og við sjáum að þessar 3 megingerðir misgengja sem ég nefndi og finnast allt Suðurland, þær koma fram í fossinum. Ef við skoðum fyrst hérna að efra stóra þrepið, það hefur stefnu vinstra sniðgengis. Það hefur stefnuna norður 75 gráður austur. Kallum það A. Neðra þrepið, sem við getum kallað C, hefur stefnu hægra sniðgengis. Stefna þess er norður 15 gráður austur. Þið sjá norðurpílinn er svolítið sérkennileg hér. Ég varð að hafa hana þannig til þess að passaði við stefnundar. Og gljúfrið sjálft hefur stefnu, sem ég kalla B, hefur stefnuna norður 40 gráður austur sem er sama og meginstefnan, eða nálægt svo sama og meginstefnan á siggengjum á Suðurlandi. Sem sagt, efra þrepið er vinstra sniðgengi, eða tengist vinstra sniðgengi, og ég sýni það með þessum hvítu örmum hérna, færslan hérna megin, svo þá mótvegnum er til vinstri. Neðra þrepið tengist hægra sniðgengi, og það sýni ég hérna með þessum hvítu örmum. Mótvegurinn færist til hægri. Og gljúfrið sjálft hefur stefnu siggengis. Og nú sjáum við þetta aftur í tengsli við það sem við vorum að ræða núna. Þess að efra meginþrepið liggur hér og það er þá vinstra sniðgengi og neðra þrepið liggur hér og er hægra sniðgengi og síðan fyrir neðan kemur svo gljúfrið sjálft. En við sjáum það að efra þrepið hefur smærri þrep. Þess að heildarfærslan hér, heildarfallið hér, er fyrst á efra þrepinu 11 metrar og neðra þrepinu 21 metri, þannig heildarfallið á fossinum er 32 metrar. En efra meginþrepið er samsett úr mörgum smáum þrepum og ég ætla að skýra þau hérna á eftir. Ég fer á þetta svæði hérna og skýra þetta hér á eftir. En, eins og ég sýni hér aftur, þessar stefnur passa nákvæmlega við þær sem við finnum á misgengjum allt Suðurland og tengjast reyndar Suðurlands brotabeltinu. Svo hér er efsti hluti gljúfursins og hann er þá framhald af þessu hægra sniðgengi sem markar neðra þrepið í Gullfossi og síðan tekur aðal gljúfrið við sem er þá í stefnu siggengis. Og þessar 2 stefnur mynda hvasst horn sem er 35 gráður. Hér horfum við aftur á efsta hluta gljúfursins sem þá fylgir þessari sniðgengistefnu og við sjáum hér að veggirnir eru gerðir úr hraunlögum og á milli eru setlög. Og hvert hraunlag hér er ein flæðeining, þetta eru apalhraun, þetta er ekki hellurhraun eins og sáum á Þingvöllum, þetta eru apalhraun. Hvert hraun er eitt sjálfstætt. En stuðlasprungunar ná í gegnum hraunin og þær valda því að hraun eru tiltölulega auðrofin. Þau eru kannski ekki eins auðrofin og eins og sum veik setlög, en þau eru tiltölulega auðrofin.
Og nú ætti ég að skýra þessi litlu þrep sem við sáum í efra meginþrepinu. Við höfum hér fólk sem gefur okkur mælikvarða. Efst er hraunlag og það er hluti eða leifarnar af Apalhrauni hér og það er allsett stuðlasprung og því tiltölulega auð rofið. Síðan koma setlög og þau eru mishörð, missterk. Þau sem eru sterkari, ekki eins auðrofin, þau skaga hér út, en þau sem eru veikari, svona auðrofin, þau mynda lægðir hérna inn. Og þetta veldur þessum þrepum sem við sjáum og gefa fossinu svona sérstaka mynd í sérstaklega í þessum efri hluta, í þessu efra megin þrepi. Nú, hvernig hefur þá Hvítárgljúfrið sjálft myndast? Það hafa verið ýmsar hugmyndir upp það, en ef við kíkjum bara á svona það einföldustu myndina, þá erum við að tala það að þetta er augljóslega ekki jökulrofið, því að þá verið það U-laga. Þannig að gljúfrið hefur orðið til eftir að ísa leysti, eftir að jöklana leysti frá síðasta ísaskeiði. Og þessu svæði gerist það fyrir 8.000–9.000 árum. Og það er augljóslega myndað við vatnsrof og það kunna hafa komið svona stór flóð þegar að ísa var að leysa inn í landinu og hjálpa til við rofið. En í raun og veru, þar sem að gilið eða gljúfrið virðist fylgja sígengi, þá er það tiltölulega auðrofið sjálft. Og það er 2,5 kílómetrar að lengd. Og ef það hefur allt myndast svona í róli heitum eins og við sýnum hér með þessari gulu ör, þá myndi það fara inn til landsins eða færast inn til landsins 30 cm á ári. En þetta er auðvitað bara meðaltal og það er líklegast að rofið hafi verið í stórum en þá stórum stökkum sem eru þá með lengri tíma á milli. En semst að það að gilið fylgir sígengi, það gerir það auðvitað miklu auðrofnara heldur en að sprunga eða sígengi væri ekki til staðar. Við förum nú frá Gullfossi sem er hér númer 11 og sem leiðir liggur til Reykjavíkur en stoppum næst á stað 12 þar sem ég sýni ykkur flugmynd. Flugmyndin sýnir Mosfell hér og Vörðufell. Hestfjall er aðeins fyrir sunnan en ég ræði Ingólfsfjall á eftir. Svo hér er loftmynd, flugmynd sem sýnir Vörðufell horft í norður. Og við sjáum hér Hvítá, þar sem Gullfoss er í Hvítá eins og við allir vitum. En við sjáum hér strax að það er mikið sprungur í þessum fjöllum hér. Það eru svipaðar sprungur í Mosfelli, en Mosfelli er svolítið langt í burtu á þessari mynd, þannig við skulum einbeita okkur að Vörðufelli. Þessi gil og skorningar, þetta eru misgengi. Og vatnið sjálft hérna uppi er reyndar það sem misgengi mætast. Það er svona að vera lægð hérna það sem misgengi mætast. Sjáum hérna fullt af sprungum og allar þessar sprungur eru misgengi. Og við skulum fara okkur núna aðeins nær og ég sýni ykkur þessi misgengi. Sem sagt, við mælingar í þessu fjalli kom í ljós að hér eru hægri sniðgengi, þetta er hægra sniðgengi, þetta er hægra sniðgengi. Hér er auðvelt til dæmis að mæla færsluna því að það er gangur sem gengur hér í gegn, berggangur, og það er að mæla færsluna út frá því hvernig hann hefur hliðrast misgengið. Og samir segja hér, það er víða hægt að mæla færslunar, ég mældi færslunar á mörgum tugum misgengi á Suðurlandi til þess að fá svona heildarmynd af þessu. Við erum með hægri sniðgengi hér og það mótar lögun fjallsins. Lögun er svona hjartalaga, eins og menn teikna hjartað upp venjulega. Og sú lögun er stóru hluta tengd þessum misgengum. Við erum sérst með
hægri sniðgengi hér sem hafa mjög norðlæga stefnu. Síðan erum við vinstri sniðgengi sem hafa norðaustlæga stefnu hér og eru samsíða fjallinu á þessu svæði hér. Og svo á milli eru siggengi. Og þetta getur maður allt séð auðveldlega á flugmynd eins og þessari eða loftmynd. Þessi loftmyndir eru venjulega þannig að það eru tegna lóðrétt. Þessi flugmynd náttúrulega er skámynd eins og þið sjáið. Og þetta þessi hægri sniðgengi og vinstri sniðgengi tengjast öll Suðurlandsbrotabeltinu enda Vörðufell innan Suðurlandsbrotabeltisins. Ég ræði það reyndar Suðurlandsbrotabeltis seinna. Ég sýni hér með hvítum örfum hægra sniðgengi og síðan vinstra sniðgengi eins og liggur hér, en það eru mörg hér inn á fjallinu sjálfu sem auðvelt að skoða og í mörgu tilfellum auðvelt að mæla. Frá Vörðufelli förum við að hinu fallega gjall- og klepragíg Kerinu. Þegar svona gjallmólar fullt af gjalli falla til jarðar, þá eru yfirleitt nokkurn veginn storknaðir og harðir. En kleprar, þeir fara nú ekki mjög langt yfir frá gosstöðunum og þeir eru linir og þeir geta myndað massa sem getur flætt eins og hraun. Þeir sem fletjast út. Síðan svo sambrædd gjóska sem getur orðið eins og hraun og ég skýri betur, ræði betur þegar við tölum rauðhólana hér á eftir. Hún lítur út eins og hraun því að efni verður deigt eða plastískt hérna vegna hás innri hita. Munum að berg er lélegur hitaleiðari. Svo gjall er ýmist rautt eða svart og rautt verður það þegar súrefni gengur eða tengist járn í berginu við háan hita. En tala oft kannski hita sem er 700-800 gráður eitthvað svoleiðis. Þetta kallast oxun. Hér og horfa aftur á Kerið til norðausturs og við reynum aftur okkur aðeins á hvaða stærði við erum talað hérna. Þá mesta þvermálið 300 metrar, minnsta þvermál 170, þannig að það sporbaugsslaga eða ellipsulaga og dýptin 50 metra mest. Það myndaðist sem hluti af 900 metra langri gossprungu fyrir svona 9000 árum. Og tíma var hér hrauntjörn. Síðan féll kvikuþrýstingurinn í gossganginn. Það gerist oft þegar kvikan finnur sér aðra leið til yfirborðs, þá fellur þrýstingurinn þar sem gangur var undir þessu svæði. Og við það seig landið og myndaði svona fallegan fallgíg, pit crater, fallgíg. Og hann nær niður fyrir grunnvatnsborð þar sem að bergi mettað vatni og því lítil svona tjörn í miðjunni. Svo Kerið ekki sprengigígur og það alls ekki askja, heldur fallgígur. Næst förum við að Ingólfsfjalli og skoðum það suðurhliða þess eða frá suðri. Það rís reyndar upp í yfir 550 metra hæð og efri hlutinn stapi, Móbergsstapi sem ég ræddi í síðasta erindi. Og uppi á fjallinu má sjá á flugmyndum og loftmyndum bæði hægri og vinstri sniðgengi og reyndar siggengi líka og þessar austur- og vesturhlíðar af fjallinu eru mótaðar að hluta til af hægri sniðgengjum með norðlæga stefnu sem við séð víða og sáum í Vörðufelli. Og hér reyndar koma niður 2 slík hægri sniðgengi með mjög norðlæga stefnu. Ég sýni síðan Móberg hérna í þessu malanámi hér, það sést vel Móberg og síðan svona einskotslag hér, laggangur eða sylla. En það mikið stórgrýti í austurhlíðum Ingólfsfjalls og það að hluta til auðvitað tengt
hruni sem verður við jarðskjálfta og þá sniðgengisskjálfta. Norður- og suðurhlíðarnar eru síðan mótaðar af einhverju leyti af vinstri sniðgengjum sem hafa þá aust-norðaustlæga stefnu. Þannig að Ingólfsfjall er að hluta til lögun þess tengist eða er vegna misgengja, enda náttúrulega Ingólfsfjall inni á Suðurlands brotabeltinu. Nú förum við eftir þjóðvegi 1 og komum að Svínahraunsbruna sem er kannski betur þekkt sem Kristnitökuhraun sem rann árið 1000, sem við segja 999. Eins og allir vita þá var á þeim tíma umræða á Þingvöllum að taka upp kristni í stað heiðni og saga segir að þá maður komið hlaupandi með tíðindi gosvæði hafið í Ölfusi og hraun stemdi á bæ Þórodds goða. Og heiðnumenn sögðu auðvitað að þetta væri vegna reiði heiðnugoðana þar sem til stæði að taka upp kristni. En Snorri goði, hann spurði þá hverju goðin hefur reiðist þegar hraun á Þingvöllum rann. Nú þetta er mjög merkilegt. Vegna að þetta þýðir það að þegar þessi saga er skráð, þá var skráður skilningur á því hvernig hraun myndast almennt, því að auðvitað Þingvallahraunin er 9 til 10.000 ára gamalt, hvernig hraun myndast almennt var skráður skilningur á því til staðar á Íslandi sem er mun fyrr heldur en í öðrum löndum. Hér er síðan flugmynd sem sýnir Svínahraunsbruna eða Kristnitökuhraun sem við sjáum hér, jaðran á því, og það þekur að hluta til eða liggur ofan á Svínahrauni og Svínahraun er síðan hluti af enn stærra hrauni sem er Leitarhraun og Leitarhraun var það sem ég ræddi í fyrsta erindinu að Tótur því rann niður í Elliðaárdal, það er 5.200 ára gamalt og Tótur því rann niður í Elliðaárdal. En svo sjáum við hér auki Vífilsfell og Bláfjöll sem eru auðvitað Móbergsfjöll og hér heitir þjóðvegur 1 Suðurlandsvegur eins og flestir vita. Þegar við komum til Reykjavík þá eru Rauðhólar sunnan við þjóðveg 1 og þeir líta út eins og gosgígar en er í raun gervigígar. Það er að segja, það kom ekkert gosefni upp úr þessum gígum. Þeir myndust einfaldlega vegna sprenginga í hrauninu. Allt efni í þeim úr hrauninu sjálfu. Og það sem gerist er það heitt hraun, það flæðir hér yfir votlendi sem tengdist Elliðavatni sem var þá miklu stærra og það bættist í sundur hraunið að stórum hluta á þessu svæði og þá hlóðust upp þessir hólar sem við kallum Rauðhóla. Þeir voru upprunalega miklu fleiri heldur en sjást í dag því að það hefur verið gríðarlega mikil efnistaka úr þeim og það er bara hluti af þeim sem stendur í dag. Og einn þeirra er sá sem sýni á næstu mynd og hann sé bara hluta til varðveittur. Hér hefur verið mikil efnistaka og við sjáum hér inn í þennan hól og rauði liturinn eins og ég sagði áður vegna þess að við hátt hitastig þá tengist hér súrefni við járn í berginu og þá kemur þessi rauði litur og það er vegna þess að þegar að gervigígarnir að hlaðast upp hratt þá lokast inni hiti hér og getur orðið hár hiti því að berg er lélegur hitaleiðari og þá getur endur brána hér og orðið til svona sambrætt lag hérna sem við sjáum á þessu svæði, svipað við sjáum í hérna kerinu. En þetta eins og segja eru bara leifar af gígnum því að það verið tekið mikið efni í byggingu á Reykjavíkurflugvelli skilbir og reyndar í margt fleira. En núna eru Rauðhólarnir varðveittir. Nú við höfum lokið við þetta yfirlit jarðfræði Gullna-hringsins og í næstu erindum þá ætla ég að fara út fyrir Gullna-hringinn. Ég fer til Hengils, ræði þar við jarðhitann og ýmislegt
tengt misgengjum þar. Síðan Reykjanesskagann sem hér hefur aðeins orðið misfelli í stafsendingunni, síðan Suðurland og að Kötlusandi. En fyrsta ferðin utan við Gullna hringinn verður upp í Hvalfjörð og þess vegna kannski við hæfi að enda þetta erindi hér á því að sýna nokkur af þessum fallegu fjöllum sem upp í Hvalfirði. Hvalfjörður alveg sérlega gefandi jarðfræðilega. Það svo margt sem hægt að skýra og skoða með því að rannsaka jarðfræði Hvalfjarðar. Og ég mun gera það í næsta erindi og með þeim orðum vil ég einfaldlega þakka ykkur fyrir áhorfið og vonast til að sjá ykkur í næsta erindi.